Þegar Nur Muhammad Nasser var 9 ára, braust út stríð í heimalandinu hennar, Sýrlandi, sem reyndar stendur enn. Fjölskyldan þurfti að flýja til Líbanon, þaðan sem hún komst hingað 4 árum seinna, undir verndarvæng UNICEF og hingað til Akureyrar þar sem fjölskyldan býr enn í dag. Við ætlum að heyra sögu þessara fjölskyldu hér á eftir. Velkomin. Takk. Viltu segja okkur frá lífinu ykkar áður en að stríðið byrjaði? Já, ég man þegar ég var 9 ára. Ég á 2 bræður, ég elsti. Og ég var býð með fjölskylda mín, pappa og mamma og líka afa og amma og allir svona saman, það var stór fjölskylda. Já, pappi dýralæknir. Hann var að vinna svona dýralæknir í Sýrlandi en ekki lengur þarna. Og mamma, hún alltaf heima og ég bræður minn í skólan. Bara allt svona vel og ekkert stríð. Já. Hvar áttu þið heima? Hvað heitir bærinn ykkar? Já, það Norður Damaskus, það heitir Udaiba. Já. Og þið bjugguð þarna saman bara í stóru húsi? Já, það mjög stór fjölskylda. Það við, amma og afi og líka frendi mín. Og amma þín frá Líbanon, það ekki? Já, hún frá Líbanon og afi frá Sýrlandi og þau hittast á Líbanon. Já. Það svo stutt þarna á milli. Já, og pappi og líka 2 frængar mín fæddust á Líbanon svo amma kemur aftur á Sýrlandi og búa einn þar. Á meðan afi að vinna í Líbanon. Hvað gerði hann, afi þinn? Hann vinna svona búa net til að veiða fisk. Netagerðan? Já, hann á bát líka við stundum fisk og já. Og pabbiðinn dýralæknir, hvar var hann að starfa sem dýralæknir? Hvernig vinnustað? Bara alls staðar, hann fór til fólk, þau biðja hann að koma og svo bara lækna hana kind og kýr og allt. Eins og dýralæknar gera. Já. En svo byrjar stríðið 2011. Það akkurat núna bara 10 ár síðan þetta stríð braust út. Urðu þið strax vör við það? Fundu þið, vissuru að það var komið stríð? Nei, við vissum ekki. Þannig að fyrst þegar kom hermann á okkar bæ og fara á lögreglustöðinni og byrja að rífast og við erum heima og gera ekki neitt og hrættir fara út af vöfn sem eru þeim með. Voru þeir með mikið af vopnum? Já. Já. Hvernig komu þeir á skriðdrekum eða? Nei, bara eitthvað stór bíl. Já. Já, eins og vörubíl. Var það fyrsta sem að þið sáuð af þessu? Já. Það var verið að mótmæla stjórninni eða hvað? Já. Og svo þau byrja að rífast eftir hádegi til kvöld. Við erum allan tíma inn í húsi og gera ekki neitt. Þegar þau föru þá verður allt svona rólegt og ekki neitt. Og svo kom aftur 1 vika, það byrjar aftur en það miklu meira en fyrsta. Já, svo pappi ákveða að við ætlum að flytja út þessi bæ og fara á staður sem hann var vinna í. Það fyrir aftan flugvöllurinn á Damaskus. Já, og svo búum þar 6 mánuð. Já, það rólegt þar og ekki neitt. En það ennþá stríð á bæinn sem ég var í. Og hvað gerðist eins og með húsið ykkar? Þurftu þið bara að flýja úr því? Gáttu þið tekið eitthvað með ykkur? Bara eitthvað sem mikilvægt. Blöð, mat og föt. Já. Veistu hvernig það fór? Var það hús eyðilagt eða hvernig, veistu eitthvað? Bara á gólfið. Búið að sprengja það eða? Já, það ekki hús lengur. Það ekki hús lengur? Nei. Þið farið þarna, já, eru í 6 mánuði þarna rétt í Damaskus? Já. Hvernig breyttist allt? Hættir þú í skólanum eða hvað? Já, ég var ekki í skólan þegar förum flytja og ekki líka bræður mín. Við erum bara alltaf heima með mamma og gera ekki neitt. Já, pappi var að vinna líka, en þá vinna. Hvar vann hann þá? Bara að vinna eins og hann var að vinna Áfram sem dýralæknir? Já.
af því að við erum búa í staðin sem hann var að vinna í. Hann ekki að vinna í bæinn sem við erum í, þarna Útæpa. Já, og það ekki mikið að vinna þarna hjá bæinn Útæpa. Já, þá hann flytti þarna og byrja ennþá svona að vinna. En hvað varð ömmu þín og afa og bróðir pabba þíns? Þau fluttu þarna til Líbanon. Já. Og svo við erum þarna, fluttum við líka til Líbanon eftir 6 mánuð. Já. Og hvað breyttist þá þegar þið fóru til Líbanon? Já, svona ekki mikið svona öðruvísi. Nei. Já, við erum ekki í skólan samt. Við erum búið með amma og afi og frendi. Það var lítil hús. Það passar ekki fyrir öll. Við erum að fara út og leigja hús sjálf og pabbi var að vinna líka ennþá dýralagnir fyrst. Já, við erum að vinna þarna á Sú, sem dýragarðinn. Þarna mjög stór dýragarðinn. Í Líbanon? Já, pabbi var að vinna í. Já. Og svo við erum þarna líka að leigja hús hjá maðurinn sem á þessi þarna dýragarðinn. Já, svo við líka flytjum aftur svona 8 sinnum í Líbanon. Fluttuðu 8 sinnum? Já. Já. Voru þetta ekki góð hús eða af hverju þurftu að flytja svona oft? Pabbi alltaf að skipta vinna. Já, var svona ótrygg vinna sem hann hafði. Já, hann fá svona ekki mikið svona laun. Nei. Mjög dýrt í Líbanon? Já. Húsaleiga og svoleiðis? Hann var að vinna 2 vinna, rafmagn og dýralagnir. Já. Til að borga fyrir húsið. Og svo síðan hann fórum í skóla eftir 3 ár. Já. Já. Hann þarf að borga líka mikið fyrir það. Það 1 milljón á ári. Kostar 1 milljón á ári fyrir foreldra að hafa börn í skóla í Líbanon? Það mjög miklu peningar. Já, hann þarf að vinna svona 2 vinna til að borga allt. Og líka fyrir húsið. Og komist þið þá öll 3 í skóla, þið systkinin? Já. Og hvar var þetta hús sem þið enduðu? Já, það sumarbústað, mjög nálægt sjórinn. Já. Já, það ekki gott að búa þar á vetur. Nei. Kalt? Já, og sjórinn þegar stormar þá fór sjórinn inn í húsið. Já, það ekki gott. Nei. Og hvað þið lengi í Líbanon? Það 4,5 ár. Já. Og hvernig gekk það? Þú veist, þið voru í skóla, pabbiðin þurfti mikið að vinna, en þið voru laus við stríðið? Já. Eða? En já, það var ekki stríð í Líbanon. Nei. En stundum eitthvað vont gerðist og svona. Og þegar sjórinn kom í húsinni hjá okkar, þá kom UNICEF að sjá það. Og svo hringi í okkar eftir viku til að fara til útlanda. Já, og svo pabbi segir já. Og svo byrjum að hittast við og Rauðkrossinn sem á Íslandi. Þeir voru á Líbanon. Já. Já. Við erum hittast þarna í 2 vikur. Svona námskeið hvernig Íslandi og hvað veðrið Hafðir einhvern tímann eða þið heyrt Ísland, vissir Ísland? Nei. Aldrei. Nei. Og svo eftir þetta kom til Ísland, það var eftir svona 3 mánuður. Það ennþá vetur. Það var í lok janúar. En þið vildu fara til Íslands úr þessum aðstæðum sem þið voruð í? Já. Við heldum að það betra líf hérna. Já. Og það betra líf. Og það betra líf? Já. Fór all fjölskyldan til Líbanon? Eru ennþá einhverjir eftir af þínum fólki í Sýrlandi? Já, það ennþá frendi mín frænka. Já. Já, frendi mín, hann í Afrika núna. Já. Og svo frænka mín, það 3 þar á Sýrlandi. Já, þeir ennþá á Sýrlandi. Við erum út allt núna. Þið eru út allt? Já. En ekki mjög sterk svona fjölskyldu hefð í að fjölskyldur standa mikið saman og já. Þannig að það örugglega mjög erfitt fyrir ykkur að vera svona út allt? Já, við erum alltaf saman á Sýrlandi en ekki núna.
Nei. Já, sumir á Jordan, sumir á Líbanon og Afríka og Sýrlandi og Íslandi líka. Já. Já. En þegar þið farið, hvernig amma þín varð eftir, var það ekki? Eða hvað? Já, bara amma mín hann Já. þá lifandi. En hvernig eins og afiðinn, hann dó þarna stutt á hann að þið flytið hingað til Íslands, Já. er það ekki? Já. Hvað var erfiðast við að fara frá Líbanon? Hvað fannst þér erfiðast? Bara amma mín og það fórum bara ein og ekkert annað. Nei. Nei. Við ætlum aðeins að stoppa núna. Mér langar að sýna fólki myndband frá UNICEF þar sem er einmitt vera börn frá Sýrlandi að segja frá hvernig þau hafa upplifað stríðið. Við skulum skoða það saman og tökum okkur smá hlé á eftir. Já. يعني خوفي منه ما حدا أكثر شيء قذيفة بتذكر سوريا قبل الحرب كانت يعني كتير حلوة وكتير حلوة وكتير دايرة كلها زارعين شجر زيتون. بحب الأساتذة وحب الطلاب وحب رفقاتي كان بيتنا كتير حلو. كانت أختي الكبيرة كل يوم بالزين وبالورد يعني كأننا عايشين بجنة. هذا الفستان لسه أنا عندي إياه بالبيت وقتها كان في عرس عمي. وقتها كنا رايحين بس كان في مشاكل. بعدين صارت الحرب هنيك. بعدين نسيت كل شيء. نسيت المباراة. They started shooting gun and I saw a big bomb. It was scary. ثواني ما بتشوف الجثث صارت حواليك. هذا اللي طارت ايده وهذا اللي طارت اجره وهذا اللي طار راسه. ما بتعرف حالك وين صرت. ورفيق حتى بالحرب خسرت رفيقتي اسماء. راحت فكرت هي القنبلة طابة شلتها هيك طبتها على الأرض وإنها متفجرة بيها وإنها ميتة. نركب سيارة نوطر عشان ما حد يشوفنا. The most difficult part was sleeping on rocks and climbing up mountains and down mountains, up and down. انبطحوا حبيبتي ما تقدر ترد تنبطح ترد توقف وداخت ووقعت وقالت روح محوفوني اموت. قلنا لها يا نموت كلنا سوا يا نعيش كلنا سوا. ليش لحظة بعدين انت لما ما خليني البسه بركي يعني بركي مثلا حدا كبرنا غلطنا بالبلامات. لا مخرب المهتور معانا احنا ما هم مش مزبطينه نفس بينا شوية. حاسة أنا وأمي نبغى يكون بلغ هيك بس لجوا تبع صياد السمك شدنا على الشاطئ. يمكن شي 50 كيلومتر هيك شي. أول نهار وصلت قمت أبكي قلت لهم أنا نرجع على سوريا. فقالت لي أمي تهدى الأمور. بعدين استوعبنا إنه تهدى الطرب في سوريا ترجع. يعني وسبب هذا الشيء هن السياسيين. بدي لكم يا سياسيين بطلوا اللعبة هاي مشان نحن نرجع لوطننا مشان هالأطفال اليتامى يأمنوا مستقبلهم. نحن نأمن مستقبلنا. Já, Núr, það erfitt að horfa á þetta. Já, það leiðilegt að sjá börn að tala svona. Það ennþá börn. Já. Já. Og 10 árum seinna og það börn að þjást á hverjum einasta degi. Já. Hvað hægt að gera? Ég veit ekki. Það þarf að stoppa leikur sem
ennþá. Þennan leik. Já. Já. Já, við þurfum örugglega öll að hjálpast að við það. Já. En við skulum fara að þinni sögu aftur og þangað sem að við vorum komnar að þið eruð að koma, það eru 5 fjölskyldur að koma frá Líbanon. Já. Þetta er 2000 og... Við komum hérna 2017, en hérna er 2016. Já. Sem var á Akureyri, en Já, það var einhverjir komnir hingað. Já. Og svo komið þið, og þið komið í janúar 2017 og ég segi janúar, dimma kalda mánuðinum. Hvernig var tekið á mót ykkur? Eigum við að byrja á því? Já, það er allt svona brósandi og já, en mér er illa samt þegar ég kom. Það var kalt, dimmt og engin úti. Bara engin úti? Engin úti. Bara eitt bíl sem er á götunni. Já. Hér á Akureyri ertu að meina það? Já. En á Reykjavík það er líka engin úti. Nei. Það er líka dimmt og kalt. En það var forseti að taka móti okkur. Já. Já. Hvernig fannst þér það? Það er gaman að sjá forseti. Já. Já. Og svo hann tökum flugvél til Akureyri. Svo komið þið hingað á Akureyri og hver tók á móti ykkur hér? Hanna fjölskyldur sem veru á Akureyri, það er frá Sýrland. Og líka hérna fjölskyldur sem eru að hjálpa okkur þegar við komum til Ísland. Svona stuðningsfjölskyldur? Já. Já. Eru þið með fleiri en eina? Já, við erum með 2. Já. Já. Og hvenær svona kom aldrei svona pínu sjokk að vera komin? Já, þegar við komum hérna. Já. Það er fyrsta árið alltaf svona. Líður illa smá. Já. Já. Það er erfitt að hlusta á fólk sem er ekki sama tungumál. Mér finnst það erfitt að skilja. Og Já. allt eru vísi en mat, fólk, föt líka, bara allt. Já. Já. Þetta er svo allt öðruvísi land og siðirnir. Þú komst með slæðu og þið eru náttúrulega, þið eru múslimtrúar. Já. Já. Þannig að það er svona einhver menningar munur auðvitað, er það ekki? Já. Og fannstu það strax? Fannstu við og þið eða hvernig upplifðu þið? Þegar ég hérna í skólan, það er engin misjafn nema ég og það er allir Íslandingar. Já. Já, og þeir heldur að ég er ekki með hár. Já. Og spurðu þau af hverju ertu með? Nei, þau var að tala hérna sjálf. Svona. Já. Já, hún er ekki með hár. Og litla krakkar. Já, og þeir heldur líka að ég er ekki með hár. Já. Já. En það er allt önnur ástæða fyrir því. Viltu segja okkur ástæðana fyrir því af hverju þú ert með slæðu? Það er eitthvað svona trúar sér svona að ég hafa hísab og já. Já, slæðan heitir hísab. Já. Já. Og af því að þið vilja ekki sýna hárið í... Nei, fyrir karlar. Fyrir kallum, ókunnum kallum, já. En allt er læg fyrir konur. Já. 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 Og þetta bara eigum við að skilja. Svona er þetta og þetta er, við höfum allsken skrýtna siði og þið hafa aðra siði og þeir eru ekkert skrýtnir. Þeir eru bara siðir. Já. Já. En var ekki svolítið erfitt að kunna ekki tungumálið? Já, fyrst. Hvað varstu lengi að læra tungumálið? Ég er ennþá að læra tungumál. Já, en þú talar ótrúlega góða íslensku. Takk. Gerir það. Og bræður þínir, þeir fóru í grunnskólan hérna? Já, þau er líka ennþá að læra íslensku. Þeir tala íslensku en við þurfum meira og meira íslensku. Já. Já. Nú ert þú í menntaskólanum og Akureyri er það ekki? Já. Hvernig er að vera þar? Hvernig er það nám? Mér finnst gaman að vera hjemme. Já. Já. Hvað er skemmtilegast? Svona kennarar eru allt svona góðir og allt svona skemmtilega þar. Já. Já. Er ekki svolítið búið að vera erfitt að vera í skóla í COVID og þurfa að vera í svona fjarnámi? Já. Það er erfitt að vera í fjarnám. Ég skil ekki neitt í fjarnám. Nei. Nei. Hefur einhverja aðstoð? Færðu einhverja hjálp? Já. Já. Með íslenska og líka öðrum áfanga. Já. Og svo ertu líka að vinna með skólanum, er það ekki? Já, ég er að vinna í Nettó. Já.
Hvernig líkar þér það? Bara vel en stundum svona smá erfitt. Af hverju? Þannig að það kom viðskiptavinir með svona litla krakkar þau spyrja af hverju er ég með þetta? Já. Já, það þurfa þarna ég að útskýra á stundum og svona. Já. Já, já. Allir horfa á mig eins og er einhver þarna annað. Já, er það? Já, Það er óþægilegt, er það ekki? já, smá. Þannig að, en í skólanum finnst þér er þér tekið vel þar eða hvernig eru krakkarnir? Bara allt góður. Mér finnst annað líf þarna í skólan. Já. Já, það er skemmtilegt og nemendur líka eru svona góðir Já. og kennar líka. Þannig að það er fullur skilningur á öllu. En hvað breytist mest hjá fjölskyldunni við að flytja hingað til Akureyrar? Allt. Já. Allt. Mm Það er rosalega mikið að allt breytist. Já, bara allt. Já. Þegar við erum á Líbanon við heldum að alltaf fara heimsókn hjá amma og líka frendi og frænka. En núna það er enginn hennar. Nei. Nei. Það eru fleiri fjölskyldur samt frá Sýrlandi, er ekki 3 fjölskyldur hér? Já. Eru þið að halda einhverju sambandi? Já, við stundum þetta saman. Já. Já. En það hlýtur að vera að þú saknir og þið saknir þess að hafa ekki ömmu og fjölskylduna í kringum ykkur. Já, svo. Já. Talaði aðeins matinn við mig. Ég veit að hann er rosalega góður. Já. Hvernig er svona besti maturinn? Það er allt svona best, en það er svona alltaf langan tími til að gera. Já. Já. Er mikill undirbúningur? Er þeir lengi að búa til mat? Já, 1 tími eða 2. Já. Já. Og hvað, þið eru með kjúkling og lamb og... Kebab. Kebab, já. Já, það er alltaf mikið. Já. Já. En ég get sína myndana oftir. Já, það er gaman að sína fólkinu myndir af matnum. Já. En fáið þið allt til sem þið þurfið af kryddum og grænmeti og svo leiðis? Nei, ekki allt. Hvað vantar helst? Mikið, kjöt. Við erum bara með lambakjöt sem er frosin, mér finnst það ekki gott. Nei. Nei, og það vantar líka krydd og grænmeti. Já. Þannig að þið hafið þurft að læra einhver önnur krydd og annan mat og... Já, smá. En þið borðið náttúrulega fisk líka. Já. Já. Bara mikið fisk. Já, þannig hollur. En hvernig er svona framtíðin? Hvernig sérðu, hvað langar að gera þegar að þú ert búinn með stúdentsprófið? Já, skóli, ég ætla að fara í læknisfræði. Þú ætlar í læknisfræði? Já, en ég veit ekki fer á Íslandi eða útlandum. Nei. Nei. Og það var inntökupróf. Já. Já. Það er allir að sækja það er 60 sem komast inn. Já, hér á Íslandi. Já. Það make ekki sens. Já, þannig að þú þarf kannski að fara eitthvað annað til þess að ná í þessa menntun. Kannski ætla að taka prófið. Já. Og svo líka að sækja Írlanda og sjá hvað það að gera. Já. Já. Hvernig læknir viltu verða? Kannski hvernig sjúkdómalæknir. Af hverju? Þannig að mér er þægilegt að fara svona til hvernig sjúkdómalæknir sem er kona, ekki svona karlar. Já, það er svona þægilegt fyrir konur. Já. Já. Og þú ætlar að... Og það er líka fáir hvernig sjúkdómalæknir. Já. Já. En sérðu líf þitt svona framundan eins og maður getur séð það þegar maður er 18 ára? Já. Sérðu það fyrir þér hér á Íslandi eða einhver staðar annar staðar? Ég er bara hrædd að hugsa þetta út af fjölskylda mín getur ekki fara út, ekki heldur kannski. Já, en ég veit ekki, ég er bara hrædd að hugsa framtíð. Já. Já. En þú ætlar að ná þér í menntun og reyna að fá hana hér á Íslandi ef þú getur. Já. Já. Segðu mér aðeins frá bræðurum þínum, 2.
Já, Eru þeir ekki miklir fjörkálfar? Þetta skemmtilegi strákar. stundum. Stundum ekki Já, alltaf. þeir eru í prekskóli. Já. Það er 1 11 ára og 1 14 ára. Það er 3 ára á milli okkar. Ég er 18, 15 og 11. Já. Já, og það er stundum skemmtilegt. En það bróður mín líka að vinna þarna, Wissam, sem er 14 ára. Nei, 15. Já. 15 ára. Já, hann er að vinna líka með mér í Netto. Já. Já. Hann er 9. bekk og alltaf á PlayStation. Hvað segirðu? Alltaf á PlayStation. Já, hann er í PlayStation. Fortnite og tónleik. Og líka hérna Ali, hann 11 ára. Hann bara í skóla og heima og æfa fótbolti. Mm. Og Wissam líka æfa box. Já. Já. Ert þú í einhverjum íþróttum? Já, ég var í badminton en ekki lengur. Nei. Nei. Langar þið að fara í einhverjar íþróttir eða? Já, en ég hef ekki tími til þess. Nei. Nei. Tímiðinn fer í skólan og að vinna. Já. Já. Er það algengt að þið séuð að vinna með skóla í þínu landi, eins og í Sýrlandi? Nei. Nei. Já, sumir í gamla daga voru að vinna og læra saman. Já. Og núna, en þegar ég var í Sýrlandi og ekki stríð, það er enginn að vinna og læra saman. Nei. Nei. Ég var bara í skólan og líka aðra krakkar voru bara í skólan. Hvað er það sem þú saknar mest frá Sýrlandi? Fjölskylda. Já. Ekki veðrið? Já, svona allt í Sýrlandi. Já. Ég er svona, alltaf svona grænt og alltaf sól og rólegt. Já. Það hefur verið meira gaman að eiga heim í sínu landi. Ég var lítil, ég man ekki alltaf á Sýrlandi, en Sýrland, eins og allir segja, hún er svona fallega land og Já. Hvað þarf að breytast til þess að þið geti farið aftur heim til Sýrlands? Að stoppa stríð og forseti. Já. Komið annan forseti. Já. Þangað til, og vonandi verður það sem fyrst, að þá ætlum við að reyna að vera góð við ykkur hér sem eigir heima hérna hjá okkur og með okkur á Íslandi. Er það ekki? Já. Takk fyrir að koma og segja okkur söguna þína. Gangið sem best. Já, takk fyrir. Takk. Takk.